Þeir þá ætlum að kíkja á hliðræn diffrjöfnur og það sem við þurfum fyrst að byrja að gera er að skoða ákveðnar reglur sem við höfum eftir að nota við að leysa svona jöfnur eða vandamál. Þannig að hérna eru ákveðin veldisregla sem þið hafið einhver tímaðan rekist áður en skiljanlega búin að gleyma. Og hérna svona dæmi hvernig það er gert eða hvernig þessi regla er notuð. Þannig að ef það er sinnum hérna á milli og þetta eru samatalan, hérna 2 og 2, þá leggum maður saman veldin. Þannig að 4 + 5 verður þá 9. Annað dæmi, ef við erum með e í veldinu ln af x, þá verður útkoman úr þessu x. Þannig til dæmis e í veldinu ln af 5, það er 5. Og e í veldinu mínus ln af x, það er sama og 1 deilt með e í veldinu ln af x. Þannig sjá að þessi mínusveldi hérna gerir verkum að við getum skrifað þetta undir brotinu. Og þetta verður þá sama og 1 deilt með x. Og þetta hérna er ekkert annað en x og þá er þetta 1 deilt með x. Þannig að dæmið þetta verður ef ég verður með e veldur mínus ln af 3 og þá er þetta 1 deilt með 3. Ok, þetta eru bara svona almenna reglur sem við eftir að nota okkur. Skoðum núna reglum hliðraða diffrjöfnur. Þannig að hliðraða diffrjöfnur, þær eru á þessu formi. Þannig að við erum með y diffrað plus eitthvað f af x sinnum y og þetta er sama sem eitthvað g af x. Þannig að það getur hugsað að f af x, það er bara það sem er fyrir framan y-ið. G af x, það er bara sem er inn á hægra meginu við sama sem merkið. Og sem að þetta hefur lausnina. Við viljum alltaf leysa þessar diffrjöfnur með því að fá útkomuna y sama sem eitthvað og þetta verður smá romsa. Þannig þetta er e í veldinu mínus stóra f af x, þar sem þetta stóra f af x er sem sagt stoppfallið af f. Þetta er sinnum heildið g af x sinnum e í veldinu stóra f af x dx. Ok, áður við byrjum að nota þessa reglu að það eru betur aðeins að átta okkur betur á því hvernig þetta f af x og þetta g af x er notað. Þannig að skrifum aftur upp þessa reglu hérna til hér. Þannig að hliðræn diffrjöfnur eru á þessu hérna formi. Ok, tökum núna dæmi. Segjum að við erum með hliðræn diffrjöfnur sem er á þessu formi hérna. Ok, þannig að það sem við þurfum að gera hérna, þegar við fáum þetta hérna dæmi, þá þarf átt okkur á því hvað er þetta f af x og hvað er þetta g af x. Þannig ég sé að hérna er y diffrað, hérna er mitt y og það hlýtur því að þetta hérna f af x, það hlýtur að vera þetta hérna og þetta g af x, það hlýtur að vera þetta hérna. Þá passar þetta hérna alveg saman. Ok, þannig að við getum skrifað hérna að f af x er sama sem 2x og g af x er sama sem ax. Ok, tökum núna annað dæmi. Aftur skrifum bara upp þessa reglu og segjum að við séum dæmi á þessu formi. Ok, við erum núna saman, hvað erum við? Við erum með y diffrað, það er þetta hérna. Við erum með y-ið, en hvað er þetta hérna? Það er ekkert svona sem passa við þetta hérna. Þannig að sem við þurfum að gera hérna, sem við þurfum að breyta hérna, er að við þurfum að taka sér hérna í jöfnu og þá nánar tiltekið þetta hérna mínus 5x og losa okkur við það
hérna megin við, þannig að það birtist hérna megin. Þannig að ég ætla bara að kvota aðeins yfir þetta hérna, endurskrifa þessi jöfnu sem y diffrað plus y sama sem 5x. Þannig að einu sem ég gerði hérna var ég tók þessi mínus 5x og þau eru nú komin hérna hinn megin. Þannig að núna ætla ég að út á smá krotina, bera saman þetta. Þannig að hérna er y diffrað, hérna er mitt y. Þannig að það hlýtur að þýða að þetta hérna f af x, það er það sem er fyrir framan y-ið og það er hérna bara 1. Ég geti ímyndað ykkur hérna þessi 1, hérna kemur 1 sinnum y. G af x-ið, það er það sem er hérna hinum með samansamverkið. Þannig ég get skrifað sem f af x, það er sama sem 1, g af x er sama sem 5x. Passi ykkur því, ef þetta hérna veri mínus, ef það veri mínus hérna, að þá væri f af x mínus 1. Þannig passi ykkur því. Þannig að hérna erum við búin að æfa ykkur í að finna út hvað er þetta f og hvað er þetta g miðað við einhverjar jöfnur. Þannig að tökum núna bara dæmi. Dæmi. Það segja okkur á þessu. Þannig að við erum með svona jöfnu. Ok. Þetta er, gefið þetta sem hliðruð diffurjöfna. Þannig að það sem við ætlum að gera hérna strax er bara að skrifa upp formið á diffurjöfnunum til þess að við áttum okkur á því hvað er þetta f af x og hvað er þetta g af x. Ok, þannig að við erum með hérna, hérna er y diffrað, hérna er okkar y. Þannig að þetta f af x hérna, það er allt það sem er hérna fyrir framan y-ið. Og þið sjáu að hérna erum við með 1 deilt með x. Við gætum endurskrifa þetta hérna. Og sagt að þetta hérna lítur svona út. Þetta er kannski þægilegra að sjá þetta svona. Því að þetta er nákvæmlega sama. Það sem kemur hérna er nákvæmlega sama og er hérna. Eina sem ég breytti var í staðinn fyrir y deilt með x að þá skrifa þetta svona 1 deilt með x sinnum y. Þá sér maður hérna mun skýrara hvað þetta f af x er. Munið f af x-ið, það er bara það sem fylgir þessu y. Þannig að f af x-ið, það er þetta hérna, þetta x hérna sem gefur undir, x-ið það er þetta g af x. Þannig ég get skrifað að f af x er sama sem 1 deilt með x, g af x er sama sem x-ið. Það sem ég vil gera hérna strax er ég vil bara finna stoppfallið fyrir f. Og ef ég heilda 1 deilt með x, þá fæ ég 11 af x. Þannig að núna er ég komið það og þá skulum við skrifa upp lausnina á þessum diffurjöfnu. Og þá bara fer ég í þessa reglu 3-4 og ég skrifa þetta hérna upp. Þetta er reglan, núna bara setja ég inn í þetta. Hérna kemur og kemur mínus f af x, stóra f af x. Og stóra f af x er þetta hérna 11 af x. Þannig að þetta verður mínus 11 af x. Síðan kemur hérna heildi. Hérna kemur g af x og það er x-ið. Síðan kemur það er þetta hérna Síðan kemur f af x og það er þá 11 af x. dx. Ok, þannig að það sem maður þarf að gera hérna, maður þarf að skoða þennan heildi og átt að segja að þetta er svolítið flókið heildi. Þannig að við þurfum að einfalda þetta og til þess að gera þetta eitthvað meðfærilegra. Og þá þarf að rifja upp þessa reglu sem við skoðum áðan að í veldinu 11 af x
að þetta hérna er ekkert annað en x. Ok. Einnig þetta hérna e-vildinu mínus 11 af x, það er ekkert annað en 1 deilt með x. Þannig í þessu skrefi þá breytti ég þessu e-vildinu mínus 11 af x í 1 deilt með x og e-vildinu 11 af x, það breytist í x. Ok, en þá skulum við bara koma með þetta hérna til hliðar, en við höfum aðeins meira pláss og skerfum þetta bara upp og nýtt, þannig að við höfum þetta fyrir framan okkur. Ok, og lítur þetta svona út. Núna getum við einfaldað þetta hildi, því hérna erum við með x í öðru sinnum x, það er bara x í þriðja. Og hérna kemur bara 1 deilt með x og núna ætlum við að heilda. Við ætlum að heilda x í þriðja og þegar við heildum það, þá fáum við 1 í fjórða x í fjórða. Kemur plús okkar k. Þannig að það sem er inn í þessu svega, þá erum við búin að heilda x í þriðja. Núna verður einfalda, þannig að við ætlum að margfalda þetta 1 deilt með x inn í svegan. Og hérna verður 1 fjórði, þá séum við hérna erum við x í fjórða, hérna erum við deilt með x, þannig að þetta verður x í þriðja. Núna margfaldum saman k við 1 deilt með x og það verður bara k deilt með x og þá er dæmi komið. Tökum annað dæmi. Og nú skulum við skoða svona dæmi. Ok, ég ætla bara strax að það sé þægilega að sjá þetta fyrir okkur, endurskrifa þetta og gera svona. Sjá hvað ég breyti hérna. Bara taka þetta 1 deilt með x, taka hérna fyrir framann, þannig að það sé þægilega að sjá hvað þetta f af x er. Þetta er ekki nauðsynlegt skref, en þetta getur hjálpað manni að sjá út hvað þetta f og þetta g er. Þannig að ég ætla bara eins og áður, ég ætla að skrifa regluna fyrir hliðfræði diffrjöfnur. Þannig ég hef þetta hérna hlið við hlið. Þannig að þegar ég komið hérna þá sé ég mun skýrara hvað þetta g af x og f af x er. Munið f af x, það er bara sem er fyrir framan uppsvonið. Og hvað er fyrir framan uppsvonið? Það er hérna mínus 1 deilt með x. G af x, það er það sem er hérna hægra megin við samansammerkið og það er x sinnum ex. Ok, þannig ég ætla bara að skrifa það hérna. F af x er saman sem mínus 1 deilt með x. G af x er saman sem x sinnum e vildin x. Ég ætla að reikna hérna út bara stoppfallið f af x. Þannig ég ætla að heilda mínus 1 deilt með x, það verður bara mínus 11 af x. Ok, næst ætla ég að bara fara hérna hægra megin, skrifa upp þessa reglu fyrir hliðrænni diffrjöfn, það er þess að hver er lausnin á henni. Og hún lítur svona út, það er e í veldinu mínus stóra f af x sinnum heildið g af x sinnum e í veldinu stóra f af x dx. Þetta er bara reglan, núna bara setjum við inn í þetta. Þannig að það kemur e, sem kemur mínus stóra f af x. Þá þarf að skoða nokkið stóra f af x var hérna mínus 11 af x. Þannig að mínus mínus verður pluss, þannig að þetta verður bara 11 af x. Það gefur heildið, g af x, það var þetta hérna, x sinnum e í veldinu x. Það kemur síðan e í veldinu 11 af x, nei mínus 11 af x dx. Ok, þannig að enn og aftur erum við með eitthvað hérna heildi sem lítur út fyrir að vera frekar flókið. Þannig að við þurfum eitthvað að endurskoða þetta og einfalda.
byrjum bara á þessu hérna sem ég fyrir fyrir utan. E yfirleitt ln af x, það er bara sama og x. Ok, kemur x, hérna kemur e yfirleitt x, en eitthvað getum við gert með þetta hérna. Nú þarf að nota þessa reglu sem við skoðum áður og þetta er ekkert annað en 1 deilt með x dx. Og þá sjáum við hérna að í heildinni að þá erum við x og við erum 1 deilt með x. Þetta styttist út. Þannig að í þessu heildi þá verður ekkert annað en e yfirleitt x. X deilt með x verður bara 1, þannig að það bara hverfur. Núna gerum við x hérna, núna ætlum við að heilda e yfirleitt x. Það er mjög þægilegt, það verður bara e yfirleitt x. Koma inn á fasta k, hann er verið með sviga hérna, þetta er útkoman úr þessu heildi. Þannig að hérna getum við markvölda inn í sviga, þetta verður x sinnum e yfirleitt x pluss k sinnum x. Það sé ekki. Og þá er það komið.